Þetta er verkefni 13 á blaðsíðu C16, 13 skýringartextar. Ég er búin að merkja með ykkur, sýnt ykkur hvernig þið merkið myndina og ég er búin að merkja þessar tvær. Nú ætlum við að fara í töflu 2 og setjum við textan héðan og hingað, ekki entermerkin fyrir ofan eða neðan. Við setjum þennan texta í blokk og við förum í Insert, Table, Convert Text to Table og við hökum hér við Tabs og segjum OK. Síðan mjókkið dálkana handvirkt með því að draga til að sameina dálk 1 og 2 í línu 1. Þá setjið þið textan og báða dálkana í blokk, farið í Layout og Merge Cells. Og við ætlum að hafa bil fyrir ofan og neðan textan. Við ætlum að hafa hann 3 punkta og þá förum við hér í Home og Paragraph. Veljum hér 3 punkta fyrir ofan og 3 punkta fyrir neðan. Og við ætlum að merkja myndirnar og töfluna. Við ætlum að merkja töfluna fyrir töfluyfirlit, References, Insert Caption. Nú fæ ég upp mynd en ég ætla að fá töflu og skrifa textan. Svo smelli ég hér á hamborgaran og fer í References, Insert Caption. Ég fæ tafla þannig að ég þarf að velja mynd og ég ætla að eyða þessu tákni og fara hérna upp þannig að þetta sé ekki of mikið pláss þarna inni. Og ég ætla að merkja pítsuna, Insert Caption, ok. Og ég ætla að miðja myndirnar lárétt og lóðrétt í hólfunum. Þá fer ég hérna í Layout, smelli hér og smelli hér. Þannig að þá eru myndirnar miðja lárétt og lóðrétt á miðju.